Ég veist ekki, 2 mínútur. Það ekki. Þetta er einhverjum. Þá býð ég bara fólk velkomið á kynningafundum vinstri tillögu aðalskipulags. Þetta er annar fundurinn af 2 og á þessum fundi ætlum við að beina sjónum okkur á þéttbýlinu inn á Höfn. Við ætlum að hafa fundinu þannig að það verður fyrst kynningar og tökum svo spurningar í lokin. Ég langar til þess að minna ykkur síðan á opin hús sem verða bæði í dreifbýlinu og inn á Höfn í þessari viku og næstu. Eins og sjá má á auglýsingu og inn á skipulagsgáttinni. Og þá ætla ég að gefa henni Matthildi Elmarsdóttur hjá Alta sem hefur aðstoð okkur við að vinna aðalskipulagstillöguna orðið. Gjörðu svo vel, Matthildur. Já, komið sæl. Ég ætla að deila hérna með ykkur kynningu. Já, við erum að kynna núna tillögu á vinnslustigi. Það er að segja að þetta er svona að áður en að gengið frá loka tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar til formlegrar auglýsingar sem ráðgert að verða í haust og þá gefst aftur 6 vikna athugasemdafrestur en við viljum og leggjum mikla áherslu á að fólk kynni sér gögnin á þessu stigi þannig að seinni auglýsingin sé til þess að tékka af að allt sé eins og það er og það sé búið að koma fram öll sjónarmið sem þarf að taka mið af og er búið að fjalla á þessu stigi. En fyrst þá er búið að birta gögn í skipulagsgátt sem er hægt að nálgast af vef Skipulagsstofnunar og þessi skipulagsgögn, það er í fyrsta lagi skipulagsgreinagerð og hún er sett fram í 2 skjölum, annars vegar fyrir stefnuhlutann og svo dreifbýlið og hins vegar er þéttbýlið í sérskjali. Og það er þéttbýlið sem við fókusum á núna á þessum fundi, en síðan er þá fyrir utan skipulagsgreinagerð sem er með stefnu og ákvæðum að þá er það forsendu- og umhverfismatsskýrslan og hún er hluti af þessum skipulagsgögnum og færir í rauninni rök fyrir stefnunni sem er sett fram. Og síðan er það skipulagsvefsjá sem er hægt að nálgast í gegnum þennan tengil sem hér er og það er nýtt verkfæri sem að sveitarfélagið þá hefur í höndum með þessu nýja aðalskipulagi þegar það verður orðið samþykkt og en það verða líka framleiddir pappírsútgáfa
hefðbundin pappírsútgáfa af skipulagsuppdráttum og af því að sveitarfélagið svo stórt og það þarf að vinna það í ákveðnu mælikvarða 1/10.000 fyrir þéttbýlið og mælikvarði í dreifbýlinu getur verið breytilegur en að það unnið með 1/60.000 í þessari aðalskipulagstillögu en þá verða 3 svona skipulagsblöð 3 skipulagsuppdrættir fyrir láglendi dreifbýlisins og 3 fyrir fjalllendið og síðan þá sér skipulagsuppdráttur fyrir höfn. En það hægt að sjá þessa blaðskiptingu nánar í aðalskipulagsvefsjánni. Og í skipulagsgáttinni þá sem með slóðina skipulagsgátt.is ef ég man rétt og þá til þess að finna málið og gögnin þá farið þið í að leita að máli og sláið inn Hornafjörður og þá kemur upp þessi texti hérna fyrir neðan endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins Hornafjarðar og þegar þið smellið á það mál að þá komið inn á þessa síðu þar sem eru þessi 4 skjöl sem 3 skjöl sem ég var að nefna og svo þessar leiðbeiningar skipulagsgögnin sem við erum að fara yfir núna á þessum fundi. Og í skipulagsgáttinni þá hægt að setja inn umsagnir eða athugasemdir, ábendingar og sjónarmið sem að hægt að bæta við sem þá neðst á þessari síðu sem við sjáum hérna. En við gefum líka kost á þessu stigi að það sé hægt að senda tölvupóst eða bréf til á aðalskipulag@hornafjörður.is. Þannig að það þær 2 leiðir sem á að skila inn svona sjónarmiðum og ábendingum gögnin. En þessar 2 aðalgreinagerðir sem aðalskipulagstillagan stendur saman af, þær eru byggðar upp með mjög kerfisbundnum hætti til þess að sé hægt að í þeirri vona að þetta aðalskipulag verði handhægt verkfæri fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd og bæjarstjórn. Og það í fyrsta lagi sett fram skipulagsstefna sem er 3 stefnusvið sem eru umhverfi, samfélag og efnahags- eða atvinnumál sem eru svona þessi 3 stoðir sjálfbæra þróunar og undir hverju þessari stefnusviða eru 4 eða 5 viðfangsefni og síðan er sérstaklega þéttbýli og höfn tekið fyrir og sett fram skipulagsstefna fyrir höfn sem er þá svona ítarlegri og meiri heldur en í gildandi aðalskipulagi. Og á grunni skipulagsstefnunnar eru sett skipulagsákvæði fyrir þéttbýli og dreifbýli. Þannig í skipulagsgreinagerðinni í rauninni eru allar ákvarðanir sem eru teknar þau mál sem aðalskipulag á að fjalla en í forsendu og umhverfismatsskýrslunni þá í fyrsta lagi gátlisti með umhverfisviðmiðum. Það að segja að það gátlisti yfir þá stefnu sem aðalskipulag á að taka mið af á landsvísu, til dæmis landsskipulagsstefnu, samgönguáætlun, áætlanir í loftslagsmálum og fleira og þannig að þar og svo heimsmarkmiðin sem að sveitarfélagið hefur nú þegar markað sér stefnu út frá með stefnu Hornafjörð náttúrulega en þannig að þar svona listi yfir sem bakgrunnur fyrir skipulagsstefnuna í skipulagsgreinagerðinni og síðan eru skýringar við þessa stefnu þar sem lýst forsendum og áhrifum hvers markmiðs og það sýnt hvernig markmiðin tengjast þessum umhverfisviðmiðum sem í gátlistanum. Þannig að það reynt að útskýra út af hverju verið að setja fram ákveðin markmið og líka þá skýringa við skipulagsákvæði og þá lýst hvaða breytingar helst verið að gera í dreifbýlinu og helstu breytingar í þéttbýlinu og tekið fyrir sérstaklega svona megin breytingar sem hafa verið
eða fjallað í tillögunni sem annars vegar íbúðabyggðina í dreifbýlinu og hins vegar legu þjóðvegar í þéttbýlinu. Og já, þannig að stefnan þessi skipulagsstefna í aðalskipulagstillögunni, það sett fram meginmarkmið eins og ég segi fyrir þessi 3 svið og hér eru þessi viðfangsefni sem að falla undir hvert svið og það eru sett markmið og leiðir að markmiðunum fyrir hvert og eitt þessara viðfangsefna. Og síðan þá með því komin grunnur til þess að setja fram ákvæði landnotkun og mannvirkjagerð, sjálft svona landnotkunarskipulagið og þannig að ákvæðin og markmiðin stýra ákvæðunum og ákvæðin útfæra markmiðin. En aðalskipulagsvefsjáin, hún lítur svona út og það í fyrsta lagi hérna undir landnotkunartöflur aðalskipulag, þar aðalskipulagi heild sinni birt en svo hægt að velja skoða einstaka landnotkunarflokka, ýmist einn eða hérna undir flipanum landnotkunarflokkar þá hægt að velja kannski 2-3 flokka til að skoða saman, til dæmis landbúnað og verslun og þjónustu í dreifbýlinu eða efnistökusvæði og óbyggðsvæði. En síðan eru hérna heilmikið af svona gagnlegum upplýsingum sem eru svona bakgrunnsupplýsingar fyrir aðalskipulagstillöguna sjálfa og koma frá hinum og þessum gagnaveitum. Þannig að það hægt að skoða þessar landnotkunar ákvarðanir sem að tillagan snýst í samhengi við til dæmis gögn náttúrufar eða ferðamál og innviði. Í aðalskipulagsvefsjáni líka hægt að skoða aðalskipulagsafmarkanir sem eru þá gildandi aðalskipulag og það endurvarp úr aðalskipulagsjá skipulagsstofnunar en það þarf þessi gögn eru birt með fyrirvara að það kann að vera einhver skekkja í gögnunum, þar segja að það í mörgum tilvikum verið að varpa gögnum úr teikniforritum yfir í landfræðileg upplýsingakerfi og þar af leiðandi getur skapað ákveðin skekkja. Þannig að í þessari aðalskipulagsvinnu núna höfum við verið að laga og lagfæra gögn til þess að birta þá í sjálfri aðalskipulagsvefsjáni sem hérna efst. En með því að kveikja á þessu lagi sem hérna úr aðalskipulagsstofnunar þá hægt að bera saman gildandi skipulag við þessa tillögu og átta sig þá betur á breytingum. En síðan líka hægt að nálgast þá PDF-útgáfu af gildandi skipulagsuppdráttum með því að fara í skipulagsvefsjá sem hérna tengill á. En núna ég held áfram að fara yfir hvernig best að rata þessi gögn og til þess að landeigendur og íbúar og aðrir geti kynnt sér hvað verið að leggja, hvaða breytingar mögulega verið að leggja til og við viljum, það bara mjög mikilvægt að fólk kynni sér þetta á þessu stigi, en það eru hver landnotkunarreitur sem eru þessi reiti með mismunandi litum fær sitt númer og þessi númer sem eru núna í tillögunni og í aðalskipulagsvefsjáni eru þau sömu og eru í gildandi aðalskipulagi með örfáum undantekningum þegar það hefur verið lagfært ef það hefur verið sömu númer eða nýtt svæði sem hefur komið inn en með því að það hefur verið í þessum gögnum núna verið að birta með sömu númeri gildandi að þá það líka til þess að sem auðveldast fyrir fólk að bera gildandi og þessa nýju tillögu saman en
En í endanlegri tillögu þá verður til nýtt númerakerfi sem að verður þá kynnt í haust með endanlegri tillögu. En kannski nefna hér þó að það eigi sérstaklega meira við dreifbýlið að þá eru notuð hringtákn fyrir landnotkunarreiti sem að ef að reitirnir eru 5 hektarar eða minni að þá notað hringtákn og þá heimilt á deiliskipulagsstigi eða leyfilsstigi að í rauninni ákveða afmörkunina hversu stór reitur allt upp að 5 hekturum og hvernig mörk hans liggja. En já, þá það skipulag hafnar. Þar voru sett fram í skipulagsstefnunni 5 leiðarljós til að móta í rauninni bæði landnotkunarskipulagið og svo líka bara mótun bæjarins. Og þau miða að því að Höfn verði fallegur, náttúrulegur, aðgengilegur, skemmtilegur og öflugur bær. Og út frá þessum leiðarljósum þá fjallað svona helstu skipulagsviðfangsefni í bænum sem fyrsta lagi heildarmynd hafnar eða byggðamynstrið í heild sinni. Það fjallað sérstaklega grænt grunnkerfi, umferðarkerfið, íbúðarsvæðin, samfélags- og íþróttasvæði, athafna- og hafnarsvæði, verslun og þjónustu og kjarna hafnar. Og fyrir hvert þessara viðfangsefna fær sinn kafla, þar sem greining, þar sem bæði verið þá að greina hvernig landnotkunin með tilliti til þessara viðfangsefna og það sem við köllum bæjarhönnun eða ekki bara sem sagt hvers konar starfsemi eða notkun hvar heldur líka hvernig bærinn í þrívídd, hvernig eru mannvirkin og rýmin og hvernig hægt að móta bæinn meira og bæta út frá svona bæjarmyndinni. En skipulagsstefna út frá greiningunni síðan sett fram skipulagsstefna sem með meginmarkmiðum og síðan markmiðum og leiðum og það eru kort og fjölmargar fordæmismyndir til þess að skýra þessi markmið og þessar leiðir. Þannig að ég hvet bara íbúa til þess að því við getum ekki farið yfir alla blaðsíður í þessum 2 köflum sem fjalla skipulag þéttbýlis að kynna sér gögnin. Þau eru sett fram á mjög myndrænan hátt þannig að þau séu sem aðgengilegust. En já, ég ætla þá að fara yfir hvert og eitt þessara skipulagsviðfangsefna og svona til að bregða upp mynd af því hvaða stefna sett fram fyrir hvert og eitt þeirra. Og það í fyrsta lagi heildarmynd hafnar og þar fyrsta markmiðið að þetta verði heilsueflandi 20 mínútna bær og þannig að það sé svona reynt að miða við að bærinn byggist þannig upp að fólk geti komist allra sinna ferða gangandi eða hjólandi innan við 20 mínútum og þá líka verið að líta til þess að það sé hægt að byggja eitthvað innan núverandi byggðar en svo búið að deiliskipuleggja stórt nýtt hverfi við norðurendan. Og annað markmið þessa heildarmynd að þetta verði fallegur bær með skýr sérkenni og þá verið að vinna með byggingararfinn og bara hönnun bygginga, sjónlínur, kennileiti og að það sé verið að vanda til hönnunar. Og í þriðja lagi að þetta verði bær með aðlaðandi og örugg almenningsrými og það snýst meðal annars að afmarka göturýmin vel
og huga að því að jarðhæð bygginga sem snýra göturými að hún sé bæði falleg og virk þar sem það á við. Þannig að byggingar og rýmin á milli þeirra tali saman. Síðan það þá stefna sem snýra grænu grunnkerfi og út frá leiðarljósinu náttúrulegan bæ. Og þar það í fyrsta lagi að sett markmið að það verði unnið út frá svona heildstæðu kerfi opinna svæða þar sem verði skilgreint hlutverk hvers svæðis nánar og að það sé þróað gott og skemmtilegt leiðakerfi á milli allra grænu svæðana, lítilla og stórra. Og í öðru lagi að bærinn verði gróðurríkur og loftslagsþolinn. Það snýst meðal annars hvernig unnið með aukna úrkomu ákæð sem að má vænta og þá blágrænar ofaslausnir þar sem að það hægt. Það snýst gróðursetningu, að passa upp á lífríkið og að vinna með grænu svæðin þannig að þau verði sem viðhaldsfríust og líka bjóði upp á árstíðabundna upplifun. Þannig að í greinargerðinni þessu markmiðum og þessum leiðum lýst nánar bæði í texta og með myndum, svona fordæmismyndum til þess að það liggi fyrir svona meiri leiðsögn þegar verið að vinna með að byggja upp aðstöðu á svæðunum og gera þau sem ánægjulegust og fjölbreyttust fyrir alla íbúa. Síðan það leiðarljósið aðgengilegan bæ og þar verið að fjalla umferðarkerfið og í fyrsta lagi áhersla á greiðfært og öruggt leiðakerfi fyrir virka ferðamáta, þar að segja gangandi og hjólandi eða fólk á einhvers konar hjólum öðrum en bílum og þá dregin fram stefna stígana, gangstéttar, mögulega sérreinar hjólastíga í götum þó að það þurfi auðvitað bara að spilast eftir hvernig göturnar eru og hvort að það þykir nauðsynlegt. Síðan þá líka fjalla skjól, lýsingu, merkingar og áningastaði sem að gera bæinn gönguvænni og hjólastæði á helstu áfangastöðum. En það líka þetta viðfangsefni snýst auðvitað líka gatnakerfið, hvernig hægt að gera það sem greiðfærast og öruggt og ég kem betur að því á eftir umræðu færslu á þjóðveginum í þéttbýlinu en það eitt svona aðal skipulagsmálið sem að umhverfis- og skipulagsnefnd þarf að lenda áður en gengið frá nýju aðalskipulagi og núna að leggja fram valkosti til íbúa og til þess að fá fram sjónarmið þeirra og annarra hagsmunaaðila. En síðan sett fram sérstök stefna varðandi bílastæðin, bæði til að tryggja að það séu bílastæði en líka til að það sé gætt að því að samnýta bílastæði þar sem hægt og líka að bílastæðasvæði verði jákvæður hluti af bæjarmyndinni með gróðri og landslagsmótun. Svo það leiðarljósið skemmtilegan bæ og þar í fyrsta lagi verið að fjalla íbúðarsvæðin og hvernig þarf að passa upp á að það sé verið að blanda húsa og íbúðagerðum og þannig að það sé íbúðir fyrir alla, aldurs- og félagshópa og að þeir blandist saman innan hverfana. Og
það þá líka verið að leggja til að það sé verið að fjölga litlum áningastöðum inn í íbúðahverfunum og bæta aðgengi niður að sjó og aðstöðu við svona ströndina og bara svona til þess að gera hverfin áhugaverði og meira nærandi eða heilsueflandi. Og þarna aftur eru áhugaverð fordæmi sem eru vert að skoða. Undir skemmtilegan bæ falla líka samfélagsþjónustusvæðin og íþróttasvæðið og þá erum við fyrst að tala skólasvæðið en líka sjálft íþróttasvæðið og svona þennan svona meginkjarna samfélagsþjónustunnar. Og já, þannig að þar eru sett fram markmið til að leiðsegja frekari skipulagsgerð og uppbyggingu á þessum svæðum. Síðasta leiðarljósið snýr að öflugum bæ og þar í fyrsta lagi viðfangsefnið athafna- og hafnarsvæði og það eru sett fram markmið sem eiga að stuðla að því að höfnin verði örugg og hafnaraðstæður áfram mjög góðar og það haldið inn í stefnu Faxeyrarhöfn, stækkun til suðurs eins og í gildandi aðalskipulagi og síðan það auðvitað þessi lega þjóðvegarins í þéttbýlinu sem skiptir miklu máli fyrir þessa athafnastarfsemi sem hérna í kringum höfnina og það gert ráð fyrir ákveðinni svona flokkun eða fókus mismunandi starfsemi á mismunandi svæðum þannig að í Krossey svona áherslan á sjávarútveg, í Álögarey meira blandaða starfsemi en samt og í Óslandi en að fókus á náttúrulega starfsemi sem hefur hag af nálægð við höfn en svo þá frekar hérna áfram athafnasvæðið sem fyrir starfsemi sem ekki eins háð höfninni og síðan það svona á jaðri þessa athafnasvæðis og hafnarsvæðis sem táknað með þessu græna lögð áhersla á að það geti áfram skapast og þróast svona meira þjónustast við ferðamenn en líka þá áhersla á frágang og umgengni og fallega ásýnd á jaðri þessa athafnasvæðis. Og þá áfram öflugan bæ að þá svona sett fram markmið að það verði svona 2 meginkjarnar verslunar og þjónustu. Það auðvitað miðbærinn og áhersla á að þróa hann sem sterkan og sjarmerandi en líka þá uppbygging við innkomu í bæinn á þessu þjónustusvæði sem var búið að ganga frá aðalskipulagsbreytingu á. Og á milli þessara 2 kjarna hafnabrautin og það fjallað og gerða tillögur hvernig megi þróa hana og göturými hennar þannig hún verði sem mest aðlaðandi og örugg fyrir alla ferðamáta á milli þessara 2 meginkjarna. En svo minni svona þjónustusvæði og eða svona minni reitir sem þessi bláu svæði og það eru svona sett fram markmið fyrir þau líka og leiðir að þeim markmiðum. Já, síðan miðbærinn eða svona kjarni hafnar tekinn sérstaklega fyrir og sett fram svona ítarlegri stefna fyrir hann, annars vegar út frá því að það sé unnið með svona mismunandi karaktersvæði í þessum kjarna með mismunandi áherslum
út frá kennileitum eða landslægi og sjónásum og bara byggingararfinum og svo líka út frá göturýmunum, hvernig væri hægt að vinna með mismunandi götur eftir hlutverki þeirra og útfæra þá hönnun þessara gatna. Þannig að hver gata sem hefur svona lykilhlutverki að gegna í þessum kjarna fái sín skýru einkenni. Þannig að þetta allt svona leiðsögn fyrir þá deiliskipulagsvinnu frekari á þessum mikilvæga hluta bæjarins. En á grundvelli þessarar þá landnotkunarstefnu, þessara leiðarljósa og markmiða hérna í rauninni þessi útfærsla á landnotkunarskipulaginu þar sem eru afmarkaðir reitir til mismunandi nota, það hvar þessi stofnvegur eða þjóðvegur í þéttbýli á að liggja og svo þá skipulagsákvæðin fyrir hvern landnotkunarflokk og svo líka sérákvæði fyrir hvern landnotkunarreit. Og skipulagsákvæðakaflarnir, já, ég ætla að hoppa í næstu glæru, hinn svona á kannski meira við dreifbýlið, en þessi útskýrir betur hvernig skipulagsákvæðin eru sett fram, að það í fyrsta lagi tekin fyrir landnotkunarflokkurinn og hvernig hann skilgreindur í skipulagsreglugerð, síðan eru sett almenn ákvæði sem gilda þá fyrir öll íbúðar, alla reiti sem falla í þennan flokk íbúðabyggðar og það sett almenn ákvæði notkun og starfsemi í þessum flokki grunnkerfi, byggingar og byggðamynstur og rými og umhverfismótun. Þannig að svona á sama hátt tekin fyrir verslun og þjónusta, athafnasvæði og samfélagsþjónusta og settir svona sambærilegir almenn skipulagsákvæði og síðan eru það sem kallað landnotkunartöflur, þar sem hver og einn reitur tekin fyrir og sett fram sértæk skipulagsákvæði sem að gilda þá á þessum viðkomandi reit bara. Þannig að það svona frekari leiðsögn einstaka reiti og þá stundum ástæða til að segja eitthvað meira notkun og starfsemi en annars staðar ekkert endilega neitt sem gildir það umfram sem að segir í almennum ákvæðum. Þannig að þess vegna til dæmis hérna á Leirisvæði 2 ekki fjalla sérstaklega notkun og starfsemi. En já, þannig að íbúar geta fundið sína reiti eða þeir vilja að skoða hvað í gildi á þeim reita sem að þeir búa og skoða hvaða ákvæði gilda. Og þegar að kemur að á þessu stigi þá ekki í aðalskipulagsvefsjóni, þá þarf að fara í skipulagsgreinargerð til að skoða hvaða ákvæði gilda á hverjum reit, en í endanlegu aðalskipulagi sem verður auglýst í haust, þá virkar aðalskipulagsvefsjón þannig að þegar smeltir á til dæmis þennan reit IB5, þá myndu birtast í vefsjóni hvaða ákvæði gilda á þessum reit. En í umhverfismatsskýrslunni þá yfirlit yfir helstu breytingar sem verið að gera í þéttbýlinu og þær eru flestar, myndi ég segja, minniháttar. Það sem aðalbreytingin, það þessi skipulagsstefna sem ég búin að fara yfir og að það eru sett svona ítarlegri almenn ákvæði og í sumum tilvikum sérákvæði, en sjálft svona landnotkun og skipulagi, það segja afmörkun reita í grófum dráttum svipuð og í gildandi. Það þó eins og listuð hérna þá eru
á nokkrum stöðum verið að gera minni háttar breytingar á landnotkun eða mörkum reita eða það verið að sameina reiti. Og sem dæmi þá get ég bent á hér var reitur sem hét IB6 sem var svona íbúarreitur hérna í kringum Fiskhól og annar sem hét IB1 og var aðskilið, já, í rauninni þetta hverju hér, en það var ákveðið að sameina þetta í einn landnotkunarreit sem að núna heitir þá IB1 og það sést bara ekki, það kemur ekki fram hérna á þessari mynd, en þannig að, og hérna við Fiskhól var svona lítið grænt svæði en það er þá gert ráð fyrir og sett í sér ákvæði fyrir þennan reit IB1 að það sér ákvæði sem lýsaði hvernig í deiliskipulagi eigi að vinna með þetta opna svæði og hérna að því að þetta er litið á þetta sem að ákveðna skipulagsheild sem að deiliskipulag útfærir út frá þeim sérákvæðum sem eru sett fyrir reitin. En á blaðsíðu frá blaðsíðu 101 í forsendu- og umhverfisskýrslunni þá er sem sagt listi yfir allar breytingar sem eru gerðar og ég bara svona tók svona það helsta og setti hérna inn á þessa glæru en eins og ég segi það eru svona það er verið að breyta til dæmis mörkum hér í miðsvæðið sem er þessi dökkguli litur, það náði hérna í suður en það er verið að skilgreina þá vestanor þjónustusvæði að þessari götu hér og miðsvæðið látið og í rauninni þá miðbæjarsvæðið látið ná að ekki alveg hérna inn á í rauninni hafnarsvæði. En og svo er hér, það hafiði verið gerð fyrir nokkru síðan svona ákveðin úttekt á möguleikum á byggingarlóðum innan þéttbýlisins og það var tekið mið af þeirri úttekt og til dæmis stækkað hérna IB9 vestur fyrir þessa götu hér og hérna er líka reitur sem að er gerður á íbúðarreit og stofnanasvæði hérna, skólasvæði, það fer hérna, þessi var miðsvæði en er gerður sem hluti af stofnanasvæðinu. Þannig ég bara svona aðeins að draga fram þannig að þið getið kannski kíkt á það sem að helst vekur athygli ykkar og þið gætu haft skoðun á. En eins og ég nefndi þá er þjóðvegur í þéttbýli eitt helsta skipulagsmálið á Höfn sem að svona þarf að taka afstöðu til í nýju aðalskipulagi og það hafa verið til umræðu nokkri valkostir hérna fyrir utan þá þann kost að halda þjóðvegi í þéttbýli í núverandi legu sem er kallaði núllkostur hér en í gildandi aðalskipulagi þá er gert ráð fyrir að þjóðvegurinn færist hérna á austurjaðar bæjarins niður á athafnasvæðið og tengist inn á hafnasvæðið en það hefur verið svona komið fram sjónarmiðum að þetta sé ekki góður kostur og hann er ákveðnum vandkvæðum bundinn vegna til dæmis bara landfyllingar hér og efni sem er að setjast til. En þannig að það hafi verið teiknaður upp aðrir valkostir og einn af þeim er þessi númer 2, það er að það væri svona, þetta eru náttúrulega allt grófar línur en svona lýsa ákveðnum meginlínum. Það er að segja að fara hérna eftir botni Sílavíkur og síðan er þriðji valkosturinn að færa veginn alveg yfir á Ægisíðu og
hann færi hérna norður fyrir bæinn og þetta svona nokkurn veginn legan sem var í eldra aðalskipulagi sem var með skipulagstímabili 1998-2008 og svo svona hérna annar og síðasti kosturinn að sem líka að fara yfir Ægisíðu en fara hérna aðeins sunnar með við valkost 3, þar segja ekki eins langt norður fyrir bæinn. Þannig að í forsendu- og umhverfismatsskýrslunni hver og einn þessara valkosta tekinn fyrir og honum lýst og fjallað kosti hans og galla út frá hérna umhverfisþáttum sem á að fjalla í samkvæmt lögum umhverfismat og það núna verið að leita til íbúa og annarra hagsmunaaðila að fara yfir þessa greiningu sem í forsendu- og umhverfismatsskýrslunni og senda nefndinni ábendingar hvað fólk sér sem kosti og galla hverra leiðar og hvaða leið viðkomandi myndi mæla með og þegar horft til langra framtíðar. En ferli framundan, þá erum við með þessa netfundi eins og Brynja nefndi hérna og það verður þá á morgun netfundur dreifbýlið og þessi opin hús í dreifbýlinu og á Höfn. En kynningatími þessara vinnslutillögu, hann til 7. ágúst og eins og ég sagði þá má skila umsögnum hvort heldur sem í skipulagsgátt eða á netfangi aðalskipulag@hornafjörður.is og það verður síðan þá í ágúst unnið úr þessum ábendingum og umsögnum sem að kunna berast og gerðar lagfæringar og breytingar eftir því sem nefndin telur ástæðu til og í sumarlok eða byrjun haust þá verður gengið frá loka tillögu og hún afgreidd til auglýsingar og þá fær skipulagsstofnun hana til athugunar og hefur 4 vikur til þess að fara yfir tillöguna hvort að hún uppfylli allar efnis og formkröfur skipulagslaga. Og síðan þá gerum við ráð fyrir að þessi tillaga verði auglýst með 6 vikna athugasemdafresti þarna síðla hausts og gengi frá henni fyrir árslok. En það hægt að það hafa verið sagðar fréttir af aðalskipulagsvinnunni og á sérstökum verkefnisvef sem hefur þessa slóð og hann má nálgast í gegnum vef sveitarfélagsins með því að smella hérna á aðalskipulagsvefur, þá hoppið hingað og þar hægt að skoða gögn sem hafa verið birt fyrr í ferlinu, fundir sem hafa verið haldnir og fleira gagnlegt efni. Já, annars ætla ég að gefa boltan til fundarstjóra. Já, takk fyrir þetta Magnhildur. Ég ætla bara að hvetja fólk til þess að nýta sér þessi opnu hús aftur og koma til þess að ræða málin og spyrja eða leggja inn athugasemdir ef einhverjar eru.